Áhugahvöt unglinga í íþróttum kynjamunur á áhugahvöt íslenskra unglinga í íþróttum eftir Heiðar Haraldsson, annar hluti. Kenningar áhugahvöt. Ein kenning hefur notið mikilla vinsælda í skólakerfum, heilbrigðiskerfum og íþróttum víða heim. Þetta kenningin sem nefnist sjálfræðiskenningin. Hún segir að til þess að öðlast hvata til hegðunar þurfi uppfylla 3 grunnþarfir. Fyrsta grunnþörfin skyldleiki, sem sú tilfinning að finnast maður vera hluti af samfélaginu, ákveðin öryggistilfinning. Þessi tilfinning hvati til að hegða sér í samræmi við aðra, fylgja normum og reglum. Önnur grunnþörfin hæfni. Í því felst að viðkomandi hafi hæfni til að gera það sem hann langar til að gera og að hann trúi því sjálfur að hann hafi þá hæfni. Þriðja grunnþörfin svo sjálfstjórn, en með því átt við einstaklingurinn finnist hann sjálfur stjórna hegðun sinni, að hann sýni hegðun ekki bara vegna einhverja utanaðkomandi hvata eins og verðlauna eða fyrirskipana heldur sjálfsins vegna. Sjálfræðiskenningin hefur komið að góðu notum í skólakerfinu þar sem menn hafa komist að því að árangur og ástund nemenda sem uppfylla þessa grunnþarfir betri en annarra nemenda. Í verki birtist sjálfræðiskenningin þannig að lögð áhersla á frelsi einstaklingsins og hæfni hans til að sýna þá hegðun sem við á. Einstaklingurinn þarf að finnast hann hafa stjórn á hegðun sinni en ekki hann sé að hegða sér ákveðin hátt á skyldurækni eða vegna utanaðkomandi þrýstings. Önnur kenningi sem hefur verið lögð fram nokkurs konar undirkenning sjálfræðiskenningarinnar kenningin hugrænt mat. Kenningin hugrænt mat fjallar áhrif ytri hvata á innri hvata. Það að segja hvernig ytri þættir sem drífa hegðun áfram hafa áhrif á þá innri þættir sem stjórna hegðun. Þætti eins og að laun af einhverju tagi fyrir vinnu eða strangt eftirlit með afköstum ytri hvatar og gera það að verkum að fólk sinni sínu starfi. Þessir ytri hvatar hafa það hins vegar í för með sér að fólk finnst að missa sjálfstæði sitt því ytri hvatar séu farnir að stjórna hegðun þeirra, athygli þess beinist frá innri hvötunum, til dæmis gleði, sem fylgir vinnunni og að ytri hvötunum. Þannig getur ytri áhugahvöt haft það í för með sér að innri áhugahvöt minnkar. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á það að þátttakendur sem borga fyrir að leysa verkefni finni ekki til jafnmikillar ánægju við að leysa verkefnið og þeir sem látnir leysa verkefnið án nokkurrar umbununar. Ein þekktasta rannsókn sem snýr að þessu var gerð af Edward Deci árið 1971. Í þeirri rannsókn voru þátttakendur í 2 hópum látnir leysa svonefnda sómaþraut. Þátttakendur komu í 3 skipti og voru skildir eftir í 8 mínútur í herbergi þar sem þeir gátu leyst þrautina, lesið tímarit eða gert það sem þeir vildu. Í annað skipti fengu þátttakendur í tilraunahópnum laun fyrir hvert skipti sem þeir tókst að leysa þrautina. Í 3. skipti kom svo í ljós að hópurinn sem hafði fengið laun fyrir að leysa þrautina í annað skiptið eyddi minni tími í að leysa þrautina í 3. skiptið heldur en hópurinn sem fekk engin laun fyrir að leysa þrautina. Þetta túlkað þannig að launin, sem eru ytri hvatar, minnkuðu innri hvata tilraunahópsins til að leysa þrautina í 3. skipti. Rannsóknir niðurstöður sem þessar renna stoðum undir kenningunum hugrænt mat, ásamt því að fjalla áhrif ytri hvata á innri hvata, gerir kenningin hugrænt mat ráð fyrir því að til þess að finna fyrir innri hvata þurfi að trúa á eigið ágæti, trúa því að getan til að sýna þá hegðun sem ræðir sé til staðar. Sem dæmi má nefna að einstaklingur trúi því ekki að hann geti leyst tiltekið verkefni, þá dregur það úr innri hvata hans til að leysa verkefnið. Þær 2 kenningar sem hér hefur verið minnst á, sjálfræðiskenningin og kenningin hugrænt mat, hafa verið áberandi í skólastarfinu og víða heim og hefur verið að nota þær til að bæta árangur og áhuga nemenda á náminu. En þar sem aðal viðfangsefnið þessar ritgerðar áhugahvöt í íþróttum, verður í næsta kafla farið í kenningar sem hafa mikið verið notaðar í íþróttum ásamt því að bæði sjálfræðiskenningin og kenningin hugrænt mat verður settar í samhengi við íþróttir.
Áhugahvöt í íþróttum. Áhugahvöt spila stórt hlutverk í íþróttum líkt og öðrum sviðum samfélagsins. Það segir sér nokkuð sjálft að ástæðan eða hvatinn sem liggur að baki íþróttaiðkun einstaklingsins hefur áhrif á árangur hans. Ólíklegt verður að teljast að barn eða unglingur sem hefur engan áhuga á íþróttum en stundar íþróttir vegna þess að foreldrar hans krefjast þess nái sama árangri og unglingur sem hefur mikinn áhuga á íþróttum og hefur löngun og metnað til að ná langt. Ýmsar kenningar eru upp hvers kyns áhugahvöt skili bestum árangri í íþróttum og hvernig mismunandi hvatar birtast á ólíkan hátt í íþróttafólki. Sjálfræðiskenningin sem kynnt var til leiks í kaflanum hér að framan má nota til að skýra hvata til íþróttariðkunar á þann hátt að til þess að íþróttaiðkandi stundi sínu íþrótt af raunverulegum áhuga og krafti þarf hann að finna til tengsla við aðra iðkendur sömu íþróttagreinar, hafa trú á eigin getu og finnir fyrir því að hann sé að stunda íþróttina á eigin forsendum en ekki vegna utanaðkomandi þrýsting frá til dæmis foreldrum eða vinum. Uppfylling þessa grunnþarfa skilar sér í betri árangri íþróttafólks og meiri ánægju þeirra. Íþróttafólk sem hefur ekki trú á eigin hæfileikum og stundar íþrótt sína einungis vegna einhvers utanaðkomandi þrýstings nær augljóslega ekki jafn góðum árangri og þeir sem trúa á eigin hæfileika og stunda íþróttir ánægjunar einnar vegna. Það kemur allt heim og saman við kröfur sjálfræðiskenningarnar skyldleika, hæfni og sjálfstjórn. Kenningin hugrænt mat skiptir líka stóra sess í íþróttum. Rannsóknir hafa rennt stoðum undir þessa kenningu og sýnt að þegar ytri hvati íþróttafólks eykst, minnka gjarnan innri hvatinn. Þetta birtist helst í því að þegar íþróttafólk sem hefur stundað íþrótt sína ánægjuna vegna frá barnsaldri fer að fá borga fyrir það, þá minnkar ánægjan sem það fær út úr því að stunda íþróttina. Auk sjálfræðiskenningarinnar og kenningarinnar hugrænt mat eru ýmsar kenningar áhugahvöt sem hafa þótt sérstaklega vinsælar í íþróttaheiminum. Ein slík er kölluð markmiðskenningin. Kenningin gengur út á það að aðalhvati manna til að stunda íþróttir sé sá að sýna fram á hæfni sína eða afrek með því að ná markmiðum sem þeir setja sér. Dæmi þetta væri það sem hvetji sundmann til að iðka íþrótt sína séu markmið sem hann setur sér að ná að synda tiltekna vegalengd innan ákveðins tíma. Þegar því markmiði hefur verið náð setur sundmaðurinn sér annað markmið sem viðheldur áhuga hans á að iðka íþróttina. Markmiðskenningin greinir á milli nokkurra mismunandi markmiða og tilgreinir hvernig mismunandi markmið kalla fram ólíkan árangur. Verkefnamiðuð markmið lýsa sér þannig að einstaklingurinn leggur höfuð áherslu á verkefni sjálft, að læra það vel og leysa það af hólmi. Hér ber hann árangur sinn saman við fyrri árangur og einblínir á að bæta hann og auka hæfni sína. Dæmi verkefnamiðuð markmið er að frjálsíþróttamaður ætlar sér að ná að stökkva 6 metra í langstökkvi. Markmiðið gerir það verkum að frjálsíþróttamaðurinn mætir á æfingar og leggur sig fram við að ná markmiði sínu. Sjálfsmiðuð markmið birtast hins vegar þannig að áhersla íþróttamannsins er á samanburð eigin árangurs við árangur annara. Viðkomandi leggur ekki áherslu á verkefnið sem slíkt, heldur aðeins að hans árangur verði betri en árangur þess sem hann miðar sig við. Dæmi þetta væri frjálsíþróttamaður sem setur sér ekki markmið að ná að stökkva 6 metra í langstokki, heldur einungis að hann ná að stökkva lengra en tiltekinn keppinautur. Rannsóknir hafa sýnt að verkefnamiðuð markmið leiðir til betri árangurs en þau sjálfsmiðuðu. Svo virðist sem verkefnamiðuð markmið séu sterkari hvatar en sjálfsmiðuð markmið. Íþróttafólk sem setur sér verkefnamiðuð markmið leggur meira á sig við að ná markmiðum sínum, sýnir verkefninu meiri áhuga og sýnir meiri ánægju á æfingum og gefst síður upp ef á móti blæs. Það á því ekki að koma óvart í ljósi þess sem minnst hefur verið á innri og ytri áhugahvöt að rannsóknir hafa leitt í ljós að þeir sem setja sér verkefnamiðuð markmið eru drifnir áfram af innri áhugahvötum á meðan þeir sem setja sér sjálfsmiðuð markmið eru drifnir áfram af ytri hvötum. Verkefnamiðuð markmið snúa að verkefninu, hegðuninni sjálfri, á meðan sjálfsmiðuð markmið beina athygli að ytri þáttum, til dæmis keppinautum.
Það hins vegar annað sem skýtur stökku við. Rannsókn Forter, Vallard, Brire og Provencer gerðu leiddi í ljós að atvinnumenn í íþróttum og þeir sem lögðu höfuð áherslu á keppni í íþróttaiðkun sinni voru frekar drifnir áfram af ytri hvötum en innri hvötum, á meðan áhugamenn og þeir sem stundu íþrótti sér til gamans voru frekar drifnir áfram af innri hvötum. Þetta má líklega rekja til þess að í keppnisíþróttum árangur vanalega metinn í samanburði við keppinauta, að skora fleiri mörk en andstæðingurinn, að hlaupa hraðar en keppinautar sínir í spretthlaupi og synda hraðar en keppinautar sínir í sundkeppni. Keppnisíþróttir ganga út á að gera nóg til að hafa betur gegn andstæðingurum sínum. Þetta vekur athygli í ljósi þess að innri hvatar hafa sýnst hafa betri árangur í för með sér en ytri hvatar. Það því spurning hvort atvinnumenn ætti að fara að reyna að hafa meiri gaman af því sem þeir að gera, einblína á að bæta sinn árangur í stað þess að beina sjónum sínum að árangri keppinautarins og hætta að hugsa launin. Líklegt að það gæti leitt til betri árangurs, í það minnsta ef tekið mið af markmiðskenningunni. Menn hafa ekki verið sammála hvort áhugahvöt sé einstaklingsbundin, þar að segja stöðugt persónueinkenni, eða aðstæðubundin, þar að segja fari eftir aðstæðing hverju sinni, þar að segja hvort fólk sé einfaldlega með meiri áhugahvöt en annað fólk og ekkert utanaðkomandi geti haggað því, eða hvort fólk geti verið með mikla áhugahvöt í einum aðstæðum en litla sem enga áhugahvöt í öðrum aðstæðum. Urdan og Skoffelder rannsökuðu þetta og komast að því að hvati aðstæðubundin. Ýmsir þættir hafa áhrif á hvata íþróttaiðkenda. Til að mynda hefur þjálfunarstíll þjálfara töluverð áhrif á hvata iðkenda sinna. Þjálfari sem leiðbeinandi hrósar og veitir iðkendum sínum ákveðið frelsi eykur innri hvata iðkenda sinna, á meðan þjálfarar sem ráðandi og kjósa nota refsingar í þjálfun sinni minnka frekar þennan innri hvata iðkenda sinna sem í kjölfarið getur haft í för með sér brottfall iðkenda og verri árangur. Þetta í takt við sjálfræðiskenninguna sem minnst var á framan sem kveður á sjálfstjórn. Svipaða sögur að segja áhrif foreldra og vina. Foreldrar sem styðja við baki á íþróttaiðkun barna sinna á jákvæðan hátt auka innri hvata hjá börnum sínum til að stunda íþróttir. Á meðan börn sem finnst þau stunda íþróttir vegna þrýstings frá foreldra sínum finna til minni innri hvata. Loks eykur það innri hvata hjá börnum ef þau stunda íþróttir með vinum sínum. Auk þeirra áhrifa sem þjálfarar, foreldrar og vinir hafa á áhugahvöt íþróttaiðkenda, þá virðist kyn einnig hafa áhrif á hana. Svo virðist vera að það sé ekki sömu þættir sem drífi stúlkur áfram til íþróttaiðkunar og drengi. Einblínt verður á þennan mun í rannsókninni sem sagt verður frá hér og eftir, en áður en að því kemur verður fjallað nokkrar fyrri rannsóknir sem hafa snúið að sama efni. Kynjamunur á áhugahvöt íþróttum. Eins og minnst var á í kaflanum brottfall hér að framan, þá brottfall úr íþróttum meira hjá stúlkum en drengjum á unglingsárunum og þar sem helsta ástæða fyrir brottfalli skortur á áhugahvöt liggur beinast við að rannsaka hvort munur sé á hvötum kynjana þegar kemur á íþróttum. Áður en greint verður frá rannsókninni verður litið á nokkrar fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið þessa efni, en niðurstöður þeirra misvísandi. Forter, Vallard, Brire og Provencer gerðu rannsókn á 399 kanadísku íþróttafólki, 223 körlum og 176 konum. Meðalaldur þátttakenda voru 19 ár. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að konur eru frekar drifnar áfram af innri hvötum við íþróttaiðkun sína á meðan karlar eru frekar drifnir áfram af ytri hvötum. Með öðrum orðum, konur stunda íþróttir sínar ánægjunar vegna en ekki vegna löngunar í virðingu, verðlaun eða aðra ytri hvata, á meðan karlar stunda sínar íþróttir vegna ytri þátta eins og verðlauna eða ásóknar í frægð en ekki ánægjunar vegna. Þessar niðurstöður eru svolítið að skjön við þá kenningum að innri hvatir leiða sér þrautseigju og betri árangur í íþróttum, en leið sér brottfall úr íþróttum meira meðal unglingsstúlkna en unglingsdrengja. Það skal þó hafa í huga að rannsókn Forter og félaga náði aðeins yfir aldurshópinn 17 til 25 ára og því skal ekki fullyrt að hægt sé að alhæfa yngri aldurshóp út frá þessum niðurstöðum. Þetta niðurstöður Forter og félaga sýndu niðurstöður rannsóknar sem gerð var á meðal 380